Hæ, hæ. Já, það hefur ekki bara að byrja þetta aftur. Það er svo langt síðan að ég gerði YouTube síðast. Það er allavega að vera komin held í nokkru mánuðir. Þannig að ég var búin að vera að hugsa í sumar að því að það var búið að koma svo mikið af vörum sem að eru svona nýjar vörur. Sumar hafa verið yfir allt sumarið, sumar koma bara á sumarið og eru stutt sko. Aðrar eru yfir allan allt árið eða bara alltaf. Alltaf fyrir eftir hvort það seljist vel eða ekki. Og ég hef einhvern veginn alltaf verið þannig, ég er alltaf að kaupa eitthvað til að smakka. Mér finnst það gaman og þannig að daginn þegar ég var eitthvað að hugsa YouTube þá fór ég með þetta að hugsa, þú veist, af hverju ger ég ekki bara YouTube? Eða af hverju ekki? Já, svo ég ákvað að vera með nokkru vörur og þessi búin að smakka ótrúlega mikið af þessu ári og fullt af vörum sem að hafa komið út sem að eru misgóðar. Og ekkert af þeim held ég hef ég eitthvað verið svona að kaupa aftur og aftur og aftur sko. En ég er með nokkra vörur sem ég var eitthvað að spá í að smakka. Reyndar ein þeirra er ég aðeins búin að svindla að smakka. Það er Besties, þannig að þið sjáuð ekki alveg beina útsendingu í þegar ég smakkaði þetta fyrst. En sko ég er einhvern veginn, mér fannst þetta alveg gott og þú veist, mér fannst þetta ekki vont. Þetta var svona mitt á milli og ég gat allavega svona næstuði kláraði þetta. Ég fekk, þú veist, ég borðaði sem sagt eitthvað af honum og sett hann inn í frystir aftur og svo er ég búin að fá mér sem sagt aftur. En þessi ís er alveg allt í lagi, skilur, þú veist, þetta er alveg fínt. En ég er ekki viss ég myndi kaupa hann aftur. Nema ég fá eitthvað svona sérstaka kreifing sem að, já, gerist svo sem alveg inn á milli, sko. Fannst reyndar bleika súkkulaði svolítið skrítið. En já, einmitt. Já. En sko, já, ég var að spája að ég gefa þessu stjörnur. Þessi fær allavega, já, svona 3 af 5. Svona mitt á milli, af því að, já, þetta var ekkert alveg besti ísinn sem ég hef smakkað, en þetta er heldur ekki vondur ís. Svo rakst ég á þetta, ég veit reyndar ekkert hvort þetta sé nýtt eða ekki. En því ég er ekkert rosalega mikið að kaupa djús, ekkert oft. En að þetta er vassmelónu djús og að ég smakka nú alveg stundum djús á nýja svona drykki sem að koma á markaðinn. Þannig að mér datt í hug hvort að ég ætti að smakka þennan. Það var einhver í fjölskyldunum búinn að smakka þennan, en ekki ég. Það er mér bara í smakkglas. Þegar þið sjá myndavélina eitthvað hreyfast, þá er göttur fyrir neðan sem að finnst mjög spennandi þegar ég er með eitthvað matvæli við borðið. Já, ok. Þetta er alveg gott. En mér finnst of mikið svona, kannski of mikið bragð, en samt svona, ég get ekki lýst því.
Þetta er svona, þetta er ekki mitt uppáhalds. Já, ég get ekki drukkið mikið þessu, ég fæ alveg bara svona, heila bara klíu. Hvort það sé það bara svona mikið sykur í þessu. Ég veit ekki, það er alveg spurning sko. Það langar eiginlega ekki meira í þetta. Ég er náttúrulega með hérna kókglas til að skóla niður ef eitthvað verður mjög slæmt. Já. Það er það hérna. Sko, svo sá ég þetta popp. Þetta er frá Stjörnupopp. Og hérna, þetta er sko stendur Protein Pop og orkuprótein, trefjar og flókin kolvetni. Ok. En hérna, ég var náttúrulega búin að lesa innihaldslýsinguna því ég þarf að gera það alltaf þegar áður en ég fæ mér eitthvað. Og rakst þá að því frá Stjörnupoppi er nefnilega notað MSG í eitthvað af poppinu þeirra, þannig ég hef ekki getað borðað það. Ég má ekki borða MSG. Ég má það alveg ef ég vil fá höfuðverk. Þegar ég var að skoða hérna með innihaldslýsinguna þá var að tala um að það væri svo mikla trefjar í þessu. Ég veit ekki hvort að það er akkurat það sem ég þarf að halda. En alltaf, smökkum þetta bara. Þetta lítur út eins og popp og lyktar eins og popp. Ok, ég bjóst ekki við þessu. Þetta er eins og þessi gervipopp. I don't like it. Hollustu popp, greinilega, ekki fyrir mig, mitt. Það er eins og sé eitthvað búið að setja á poppið hérna einhverja áferð. Mér finnst eins og ég sé að borða gervipopp, já, eitthvað. Oh my god, nei, þetta var eitthvað. Já, ég glemdi að gefa djúsnum fara 1 af 5. Kannski hálfa stjörnu. Sorry, ég bara, nei. Segir svo ekki, maður reynir ekki. En það er spurning hvort einhverjum öðrum finnst þetta geggjað. Þetta var, ég er alveg mikið fyrir popp sko. Og er alltaf að reyna að leita mér af einhverju sem er, well, betur en það sem ég er með. En mér langar að kaupa eitt af Amazon sem ég sá og ef ég gerir það þá hérna skal ég sýna ykkur það. En það er aðeins að skóla niður þessu bragði, þetta er einum of. En við erum mikið gíflafjölskylda og ég rakst á hindberja gífla. Eða reyndar hindberja og vanilu. Ég held ég sæki mér bara skæri til að reyna að opna þessa. Það er alltaf góður ilmur. Þegar forvitin köttur. Orginal gíflarnir eru náttúrulega bestir.
held að þetta fái samt alveg allt og mikið í munninn. Þetta ekki það besta. Fjórir. Definitely fjórir. Ég var bara klar þetta, svo gott. Já. Þetta alveg þess verið að kaupa aftur. Hvað segir þið? Þið búin að smakka eitthvað af þessu? Ég alltaf að horfa sko öfugt. Já. Ég hef kannski átt að tróða þessu upp í munninn á mér. Ég kannski klippi bara eitthvað af þessu. Þetta var stutt vídeó smakri smakk. Smakkaðu smakkari. Vitið hvaðan það kemur? Kannski þetta var verðlaun. Nei. En já, ég kannski safna nokkrum vörum næst þegar ég er einhvers staðar í Bónus eða eitthvað. Það er nú að fara að versla á morgun. Þannig að, já, bara þangað til næst. Verið góð við hvort annað og bara senda ykkur ást og frið. Þangað til næst, bye.